Þetta er síða 7 í verkefni 9 í Excel á þessi F17. Kampblank. Ég er búin að setja formúlu hér. Nú ætla ég að setja formúlu í hólfið J12 að ef talan í A3 er lægri en 30 á að koma eyða annars talan sem er í A3. Ég smelli hér á FX-knappinn, finn uppfallið, segi ef talan í A3 er lægri en 30, skrifa 30, að þá á að koma eyða, þá veit ég tvisvar á shift og 2. Þetta merkir eyða, eins og stendur í bókinni. Annars á að koma talan sem er í A3 hérna. Og OK. Og þá bara ef hún var lægri en hún er hærri, ef ég breyti tölunni hér og skrifa 20, þá kemur eyða í hólfið. En það er 32, þannig að við höldum því. Og hér er það sama. Ef talan í D4 er lægri en eða jöfn og 10, þá á að koma eyða, annars talan í D4. Við smellum hér í FX-knappinn, förum í uppfallið. Ef talan í D4 er hér, í D4 er lægri en eða jöfn og 10, þá á að koma eyða, annars á að koma talan í D4. Í D4. Ég ætla að setja þetta stærra. Ef talan í D4 er lægri en eða jöfn og 10, þá á að koma eyða. Þetta er shift og 2 tvisvar hérna. Það sést ógreinilega, annars talan í D4. Þannig að formúlan er hér, og það kemur eyða. Og hér er í A8, eða ef talan í A8 er lægri en 15, á að koma eyða. Þetta er hér, og ef talan í A8 er lægri en 15, ekkert jafnt og bara lægri en, þá á að koma eyða, shift og 2 tvisvar hérna, annars á að koma talan í A8. Og hérna setjum við sömu formúlu eins og við gerðum hér, nema það er hærra en eða jöfn og. Við förum hér og förum í FX-knappinn og uppfallið. Og talan í F6 er hærri en eða jöfn og 70, þá á að koma eyða, annars á talan í F6 að koma í hólfið. Það er eyða. Við leggjum saman allar tölurnar, farið á homeflipa, smellið hér á autosum, smellið í summu-knappinn og dragið yfir allt svæðið hér. Og leggur hún saman allar tölurnar frá A2 í J9. Og þið setjið sjálf formúlur hér, max, min og average, og þá dragið yfir allt svæðið. Og formúlurnar eru líka uppgefnar í bókinni og ég ætla að vista.